fyrirsætt nummer 4. Já, hann var áhugavert. Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði 15 sinnum meira en erlendum. Og þetta svona fyrirsætt sem að grípur mann. Maður bara, hvað sér? Og þessi fyrirsætt greip líka Gunnar Smára Egilsson, margum talaðan. Hann skrifaði status á Facebook. Ertu með hann annars staðar? Það sem að við vorum með það í skjáskoti. Því ég nefndi ekki að finna það aftur á Facebook. En íslenskum ríkisborgurum fjölgaði 15 sinnum meira en erlendum og það eðlilegt að hann skrifar Þetta enn ein sönnun þess að ekkert að marka fullyrðingar miðflokksmanna siðmenningalegt hrun vegna innflytjenda. Magnað hvað augljós innistæðulaust þvæla örfóra manna hefur fengið að vaða upp í eitthvað svona. Og maður hugsa bara, lesa þessa frétt. Þá kemur á daginn þegar maður les lengra heldur fyrirsögnina. Jú, hvað kemur þá? Erlendum ríkisborgurum fjölgaði 11 á landinu á milli mánaða en íslenskum 165 sem 15 sinnum meira. Svo kemur bara næsta setning. Síðasta rúma árið hefur erlendur ríkisborgurum þó fjölgað rúmlega helmingi meira en íslenskum. Þannig að hann náði þarna einum mánaðamótum þar sem að erlendur ríkisborgurum var ekki að fjölga. Og það þá gripið á lofti sem bara, þetta sönnun þess að það engin fjölgun innflytjenda. Og þetta mánaðamótin desember, janúar? Já, mér skilst það, sem örugglega svo mánaðamót sem fólk minnst að flytja á milli landa. Já. Jól og, þú veist. Já, algjörlega. Allt í hægagangi og ekkert að frétta. En Gunnar Smári svo, ég hann viljandi, þú veist, annarkvært, ekki hann bara heimskur? Nei, hann klálega ekki heimskur, það alveg ljóst. Ég held að, ef þú settir hann í greindavísitölupróf þá hann örglengstar það bara fáránlega hátt uppi. Það sér maður bara svona, þú veist, hvernig hann og ég ætlaði að fara að segja á meðferð tölfræðilegra gagna. Venjulega hann mjög talnaglöggur en þetta bara eitthvað annað, sko. Þarna hann bara að láta eins og hann viti þetta ekki. Meina Hagstofan hefur sjálf spáð og útreikningar Hagstofan að gera ráð fyrir gríðarlegum vexti áfram innflytjenda og þrátt fyrir að það sé þetta það alveg búið að taka í bremsuna til dæmis það var allt galopið hér hvað við vorum að gefa út bara óútfyllta tjekka í hælisleitendamál fyrir nokkrum misserum síðan en þetta auðvitað orðið þannig að hvergi í heiminum hefur innflytjendum fjölgað svo hratt eins og á Íslandi. Það allavega í OECD-ríkjunum og það náttúrulega OECD-ríkin sem eru helst að taka á móti innflytjendum. Þetta bara 11 tímum síðan, hann ennþá að tala þetta Þú til eitthvað graf Ekki minni fjölgun innflytjenda í 10 ár fyrir utan COVID. Ég væri að gera miðflokksmönnum og Trumpustum greiða með því að setja hér einn graf fyrir í dag sem sýndi að ótti þeirra stjórnlausa fjölgun innflytjenda væri ástæðulaus. En þeir hópuðust á þráðinu gremjandi eins og ég væri að taka snuðið. Vildu helst engar góðar fréttir heyra? Það alveg. Já, þetta maður. Þetta magnað, sko, því að hér einhver sem skrifa, þú mátt útskýra grafið. Þetta prósentulega hækkun á hverju tímabili fyrir sig á þáverandi heildartölur 2025 þriðji ársfjörningur sem sýnir 3% hækkun, þá hugsanlega meiri heildarfjöldi heldur en 2016 sem sýnir 13% hækkun. Ég skil þetta graf ekki öðru segja en að það hefur aldrei verið ár sem að innflytjendum fjölgar ekki. Því skil ég ekki setningu eins og þegar að svo fjölgun ekki lengur til staðar. Fjölgunin vissulega það er ekki ykkur 80.000 mann sem hefur núna væst við á síðustu 10 árum. Já, og Hagstofan spáð 30.000 manna aukning á næstu 4 árum. Já. Á næstu 4 árum. Já, af erlendu. Já. Við erum ekki að fara að fjölga okkur nálægt í. Nei, við erum ekki að fjölga okkur neitt. Nei, við erum bara að minnka. Við erum að standa í stað eða draga saman. Við verðum bara eignast fleiri börn. Já. Við erum einu sem að taka þetta á okkur. Sko. Já. Þú ert nú alveg búið með kvótan, held ég. Já, ég held að. Sko með, náttúrulega, þú ert fórum 5 barnafæðir. Já. Og með 3 börn inn á heimilinu núna, sko, sem er alveg
er svolítið erfitt að En þarna, bæta við, en ef þú getur Nei, þú sko. getur hugsað þér að bæta við 2 kannski. mormónanir eru onto something með þetta, Já, hún já. megi vera giftu fleiri en einni konu. Einmitt. Það myndi auðvelda lífið mitt svo mikið, það verður bara önnur kona á heimilinu Já. líka. Ekki bara mormónir, múslimanir. Já, Þannig þeir að- alltaf með þetta. Já, og þeir hafa verið að importa þetta í Svíþjóð. Það var náttúrulega, þú komaði bara á og þeir tjekka sig bara inn hjá félagsmála yfirvöldum og segja, heyrðu, ég er með 3 konur, þannig ég þarf 3 íbúðir. Og þeir bara skrifu út tjekkana bara ekkert mál og framfærsla og svo eru þeir bara með 1 konu í hverri íbúð, Sæl. fullt af börnum og Já, og nokkuð börn á hverja konu. já, Shit. svo koma bara félagsráðgjafinir og hjálpa. Þannig að kallinn þarf ekki að gera en að taka bara bæturna sínar og halda áfram að fjölga sér, sko. En þetta er magnað og þessi frétt sem er að sjálfsögðu af hverju hún skrifuð, jú, hún er skrifuð af Kjartani Kjartansinni, blaðamanni Vísis, sem að þykir ekki tiltökum mál að búa til fyrirsögn sem að er algjörlega í hrópandi mótsögn við innihald fréttarinnar í raun og veru. Auðvitað, jú, íslensku ríkisborgari fjölgaði þarna þessi mánamót, þessi tilfallandi mánamót, þá fjölgaði íslensku ríkisborgarum meira heldur en erlendum, en trendið er og er búið að vera og heldur áfram að vera að erlendum ríkisborgurum er að fjölga miklu hraðar heldur en íslenskum ríkisborgurum. Bara í mörg ár er það búið að vera þannig. Já. Og íslenskum ríkisborgurum fjölgaði 2121 frá loka árs 2024. Það er til í byrjun þessa árs sem var fjölgun 0,6%. Á sama tíma fjölgaði erlendum ríkisborgurum 3404 eða rúm 4%. Það er rúmlega 60% og meiri fjölgun en á meðal íslenska ríkisborgar á sama tíma. Þetta kemur fram í sömu frétt. Samt ákveður að hafa fyrirsögðina einhvern veginn eins og Já, þetta er náttúrulega bara, hver er að skrifa þetta? Kjartan Já, Kjartansson. ég minna þú veist. Það segir sér sjálf. Já, Já, það eru annað 2 á Vísi sem eru bara, herru, ég er með eitthvað frétt, ég ætla bara að finna eitthvað fyrirsögn út af þessu frétt sem Já. er bara mest aligned við mínar pólitíska aktivisma. einmitt. Við séum líka þarna þegar að Samúel Já, hann Ári. akkurat, já. hann er hann að skrifa svikin, Já. Sómalíu svikin í Minnesota. Það er allt bara einhver lygi og bara vera að vopnavæða. Það er tekið á þessu massíu svikum er að Donald Trump ætlar að refsa Já, fyrir þetta. já. Að hann er bara að nota Þú veist. eitthvað svona smáatrið að blása það upp og svona sé að nota það sem vopn í pólitískri baráttu. Já. Það er ótrúlegt að lesa þetta. En já, gaman að þessu. Þeir eru bara svona átvóka, það eru svona keppni bara skrifstofuna á Vísi, það sem tegum bara, hver getur, þú veist, verið mest, þú veist, átvóka hvern annan bara. Já. Og þeir eru alveg að Þeir eru, spila þann leik helviti vel, sko. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.